Komið sæl og velkomin í samtal ferðaþjónustuna við stjórnmálin. Við ætlum að vera með þætti á miðvikudagsmorgnum á Vísi og Facebook síðu SAF núna næstu vikurnar þar sem við fáum til okkar gesti fulltrúa og leiðtoga stjórnmálaflokkana til þess að ræða stöðu, horfur í greinni og framtíðina inn í næsta kjörtímabil. Þættirnir eru eins og segi sendir út á miðvikudagsmorgnum klukkan 9:15 og við hvetjum ykkur til þess að senda okkur spurningar úr rekstri ferðaþjónustunar ef að þið viljið koma einhverju að. Hjá okkur í dag Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Velkomin Logi. Já, kæra þakkir. Við byrjum yfirleitt þetta spjalla á svona því að velta upp innanlandsferðalögum. Ertu búin að vera duglegur að þvælast landið og nýta ferðaþjónustuna undanfarna mánuði? Já, ég náttúrulega eðli hlutarins samkvæmt alltaf dálítið á ferðinni. Bæði ég þingmaður fyrir stórt kjördæmi frá Djúpavogi og að Siglufirði. Ég svo búsettur á Akureyri, þannig að ég auðvitað fer þarna mikið á milli. Varðandi hins vegar svona afþreyingu, þá gerði ég eins og svo margir aðrir Íslendingar að ég naut þess í sumar að ferðast landið og nýta mér þessa frábæru veitingastæði sem eru komnir út allt og góða gististæði. Þannig að það var indælt. Já, þetta eitthvað sem að við erum náttúrulega bara að sjá meira og meira af að innanlandsmarkaðurinn svona að nýta sér núna. Ég held að margir átta sig á því hvað í boði í sumar og við sjáum það núna að í vetur og inn í sumari þá strax byrjaða pantanir og fólk svona gerur sér líklegt. Þannig að þetta afskaplega skemmtileg breyting. Þetta það og fyrir okkur sem að höfum alist upp út á landi og erum þingmenn landsbyggðar kjördæmanna, þá þetta líka sérstaklega gleðilegt vegna þess að þessi auknu ferðalög, það að fólk komi á nýja staði sem það hefur kannski ekki komið áður á eða allavega langt síðan, það opnar augu þeirra og eykur skilningu þeirra á gildi þess að halda öllu landinu í svona góðri byggð. Akkurat, mikið rétt. Og þetta hefur náttúrulega verið gríðarlega mikil lyftistöng fyrir atvinnutækifæri á ýmsum stöðum einmitt út á landi. Já, guð minn almáttugur, ekki bara hins vegar fyrir atvinnuna og möguleika ungs fólks á því að dvelja áfram á stöðunum eða koma tilbaka eftir nám, heldur svona einn hlutur sem hefur verið ofboðslega lítið ræddur, sem skiptir miklu máli. Og það það virði sem að ferðaþjónustöðunir haft þegar kemur að þessum óefnislegu gæðum. Ég man þegar ég var á sjó fyrir austan fyrir 30-40 árum síðan, þá voru þessir bæir í mikilli vörn, hús voru í niðurníðslu og þetta leit ekkert mjög björgulega út þó að fólki væri gott auðvitað eins og alltaf. Núna keyrir maður þarna frá milli fjarða og það bara hver perlan á fætur öðru. Þannig að sá árangur sem náðst hjá litlum og stórum fyrirtækjum, yfirleitt einstaklingsfyrirtækjum í að vernda minjar okkar, það ómetanlegt og allt og lítill gaumur gefinn. Akkurat. Ég tek undir þetta allt saman, sjálfsögðu. Þetta alveg rétt. Við erum búin að vera núna í þessu ástandi, undarlega ástandi núna sem fylgir faraldrinum undanfarna mánuði. Verandi í stjórnarandstöðu þá hafið þið augljóslega náttúrulega gagnrýnt ýmislegt sem ríkisstjórnin hefur verið að gera, verið að horfa til annarra leiða eða lagt fram breytingatillögur á því sem hefur verið gert. Hvernig svona þegar þú horfið tilbaka, hvernig þú svona metur stöðuna núna, hvað finnst ykkur hafa verið vel gert og kannski líka frekar eitthvað sem þið hefur viljað sjá gert öðruvísi eða myndu vilja sjá núna fram að þinglokum vera bætt í eða laga til? Já, það kannski sérstaklega tvennt sem maður vildi nefna. Í fyrsta lagi held ég að sé mjög mikilvægt að skilja bara algjörlega að sóttvarnaraðgerðir og hinnar efnahagslegu, þó svo að þær fyrri hafi augljóslega haft áhrif á efnahaginn. Varðandi sóttvarnar þá hefur okkur lánast mjög vel. Við höfum haft fína sérfræðinga sem hafa aðstoða okkur í gegnum þetta. Auðvitað hafa verið skipta skoðanir þeirra leiðir, en ég held að það hafi verið farsælt að bæði ríkisstjórnin og stjórnarandstaðan sýndi líka ábyrgð, þannig að við keyrðum þá allavega einhverja línu og fókusinn gat þá verið á því sem að skipti máli.
Varðandi efnahagsþáttinn þá var auðvitað ýmislegt líka vel gert, svo við höldum því til haga. Og ég held að það hafi verið mjög mikilvægt í vor, meðal annars fyrir áhyggjur ykkar, að það hafi verið ráðist í stórar aðgerðir. Ég held að hlutabótaleiðin hafi þar verið best og ég held að ef við höfum komið með beina innspýtingu inn í rekstur fyrirtækja fyrr, þá höfum við getað frekar styrkt hana og haldið henni í staðinn fyrir að ríkisstjórnin fer í þessa uppsagna leið. Það sem að hefði þurft að gera betur, það er að horfa á löndin í kringum okkur og bara viðurkenna það og sjá að þau voru að stíga fastar til jarðar, þau voru að verja stærri peningum til aðstoðar. Þannig að aðstoðin hefur komið öll fyrr. Það er þetta að skipta þessu upp í nokkur stig og ég óttast að kannski smæstu aðilarnir, viðkvæmustu aðilarnir, hafi kannski ekki verið að sjá úrbót sinna mála fyrir núna kannski á síðustu vikum með tekjufallsstyrkjum og einhverju svona dóti. Það hefði mátt koma fyrr. Síðan auðvitað náttúrulega í grein sem að verður fyrir áfalli, náttúru hamförum, taldi 14-15.000 manns í vinnu. Ömurlegt að þurfa að horfa eftir fólki í atvinnuleysi, ömurlegt að missa fólk sem er orðið vel þjálfað og hæft út úr greininni og það hefði þurft að beina bara meiri og kröftur í stuðningi bara við þetta fólk líka samhliða. Atvinnuleysisvandinn er náttúrulega líklega svona stærsta samfélagslega vandamálið þar að segja sem að vinnur út frá sem mjög neikvæð áhrif á samfélagið svona til lengri tíma ef það fær að grassera. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að horfandi inn í næsta kjörtímabil? Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að geta tekið á þessum vanda, þess að minnka atvinnuleysisvandann þá til dæmis í rauninni með því að styrkja þá viðspyrnu atvinnugreinar og ferðaþjónustuna sem að geta tekið hratt við sér til þess að þá ná fólki aftur inn í vinnu. Og þá er ég að tala til dæmis eins og bara breytingar á rekstrarumhverfi og minnka kostnað fyrirtæki og svo framvegis. Já, ég held að Samfylkingin hafi örugglega verið eini flokkurinn sem lagði fram í haust heildstæða stefnu hvernig ætti að ná niður atvinnuleysi á næsta ári og næstu árum. Og okkar aðgerðir miðuðust að því að veita ívilnandi hlutum til fyrirtækjana meðal annars með lækkun á tryggingagjaldi og skattafríðindum og öðru slíku. Ég held að sé mjög mikilvægt í þessu samhengi að gera sér grein fyrir því að til þess að vinna bug á atvinnuleysi til langra framtíðar þá þarf það að gera tvennt. Þú þarft auðvitað að halda mjög vel utanum og örva í rauninni þær greinar sem að hafa leikil hlutverk fyrir okkur og munu gera það næstu árin og áttaði í leiðinni á því að uppbygging á nýjum greinum sem þurfa að verða svona stærri stoðir í íslensku atvinnulífi, tala til dæmis nýsköpun sem að mikið er rætt núna. Það eru greinar sem að munu tikka inn eftir töluvert langan tíma. Já. Þannig að bæði auðvitað til þess að efnahagslífið náist í gang en líka til þess að veita þessum nýju greinum í rauninni næga þolinmæði til þess að vaxa og dafna af einhverju svona með sjálfbærum hætti. Þá held ég að við þurfum að einbeita okkur dálítið að þeim greinum sem að verst hafa farið út úr þessari kreppu. Og þar er auðvitað ferðaþjónustan. Hún mun þurfa að vera megin spilarinn í því að koma okkur upp á efnahagslæðinni en hún þarf líka til lengri framtíðar að vera svona einna burðarásum efnahagslífs okkar næstu áratugina. Eins og nefnir þetta kannski í spurningum þá svona tvennt sem eru að horfa til skamms og langs tíma í rauninni. Algjörlega. Að hvernig ná við skammtíma lausn á atvinnuleysisvandanum núna en síðan uppbyggingu atvinnulífum til framtíða þá meira svona integreruðu með útflutningsgreinarnar 3, vonandi 4 í meiri svona samfellu. Algjörlega, vegna þess líka að þessar hefðbundnu atvinnugreinar eins og fiskveiðar og ferðaþjónustan, þau eru þetta mjög gjöfular þegar að kemur að því að örva líka nýsköpun og hugvit og margt af því flotta sem að hefur sprottið upp á síðustu árum
Man nefnir í matarframleiðslu, alls konar húðvörum og snyrtivöruframleiðslu, minjagripum og hérna hönnun. Þetta í rauninni hvílir á öflugri ferðaþjónustu. Og það auðvitað ekkert síður skemmtilegt þegar maður kemur í þessi litlu þorp og stærri bæi út all land að sjá auðvitað hvað sprettur margt í kringum þetta. Hvað verður til margt í kringum þetta. Einmitt, það þessi virðiskeðja sem einhvern veginn svona teygir anga sína svo víða. Eitt af því sem að kemur okkar félagsmenn náttúrulega eru mjög fókuseraðir á rekstrarumhverfið og skattaumhverfið og svona ýmislegt sem að þessu við kemur, þar sem að fólk náttúrulega horfa bara á það hvernig það reisir við fyrirtæki sem hafa safnað upp miklum skuldum, í mjög erfiðri fjárhagsstöðu og hvernig verður unnið úr því best inn í næstu ár og þetta svona, við erum að horfa á 3-4 ár, má samsvara það næsta kjörtímabili það bil, þannig að fólk svolítið að velta því fyrir sér. Gætu þið séð fyrir einhvers konar, svo við nefnum bara, það hefur verið rætt töluvert virðisaukaskatt á ferðaþjónustu undanfarin ár í svona ýmsu samhengi. Það eitthvað til dæmis slíkt skattaumhverfi sjáið fyrir einhverjar breytingar á því, tímabundna lækkun eins og hefur sést í þessum Evrópuríkjum eða eitthvað annað varðandi þetta skattumhverfi? Já, það alveg rétt sem þú nefnir að hérna á síðustu árum hefur rætt mikið gjaldtöku á greinina. Það hafa verið ferðapassar og það hafa verið auðlindaskattar og það hafa verið lendingagjöld og það hafa verið hækkaður virðisaukaskattur og eitthvað svoleiðis. Og það ekkert óeðlilegt að sú umræða hafa átt sér stað á tíma þegar greinin var að vaxa mjög hratt. Hún fór fram úr stjórnvöldum. Stjórnvöld í rauninni hafa dregið lappirnar og eru í skuld við greinina, hvað var það til dæmis umgjörð og uppbygging og innviða. Nú veruleikinn allur annar. Nú þurfum við að örva greinina, við þurfum að koma til aðstoðar. Þannig að samfylkingin opin fyrir því að lækka álögur á greinina og bæta rekstrarumhverfi, nákvæmlega hvort það rétt og myndi skila sér til greinarinnar að lækka virðisauka. Það ekki vissum, en það hægt að gera það með ýmsu öðru hætti. Ég tala nú til dæmis tryggingagjaldið sem auðvitað bara launaskattur og leggst auðvitað mjög þungt á þessar greinar líka. Ekki síst þessar litlu greinar sem að byggja á svona miklu mannafli með við rekstrastærð. Akkurat. En þetta einmitt, virðisaukaskattur náttúrulega bara hún náttúrulega svo sem notendaskattur, þannig að það ferðamaðurinn sem á endanum greiðar hann og menn horfa kannski á það eins og til dæmis varandi samkeppnishæfni landsins kannski fyrst og fremst í verðlagningu og öðru slíku. En einmitt þetta með gjaldtökuna náttúrulega stendur hjarta okkar fólks mjög nærri eðlilega eins og þú nefnir og það svona þegar maður skoðar stefnuskrá flokksins eins og hún lítur út núna og gerir hún ráð fyrir að sé hún verið að skoða það eitthvað fyrir kosningarnar eins og gjarnan þá þar til dæmis talað að finna sanngjarna leið til innheimtu auðlindagjalds ekki eini flokkurinn sem hefur talað slíkt einnig auka hlut sveitarfélaga í skattheimtu af greininni. Þetta eitthvað sem að þið sjá fyrir ykkur verið hægt að gera eða einhverjar svona hafið einhverjar mótað tillögur það hvernig til dæmis mætti auka hlut sveitarfélaga eða auðlindarentu? Nei, eins og þú sagðir áðan þá stefna okkar í rauninni samþykkt á landsfundi fyrir 2 eða 3 árum við allt aðrar aðstæður. Akkurat. Ég meina greinin hefur orðið fyrir utanaðkomandi áfalli, náttúru og hamförum þar sem að ekki hægt að finna neina sök hjá þessu öfluga fólki sem hefur verið að reka fyrirtækin. Þannig að við held ég að munum fókusera fyrst og fremst á því næstu árin að bæta rekstrarhæfi greinarinnar. Maður hefur alveg séð það sem sagt kannski á síðustu 1-2 árum að einhverjir segja að svona hagnaður að greinin sé orðin minni og greinin skili minna en áður en það verður nú að horfa á þetta í heildarsamhengi. Þessir peningar hafa farið í að borga mjög há laun sem á Íslandi. Það skila sér auðvitað til velsældar fyrir það fólk sem að fær þau laun. Akkurat. Við töluðum á hann þessi óefnislu verðmæti sem að greinin hefur skapað. En þetta grein sem að getur vaxið hratt og það hafa dæmi sannað og það eru önnur utanaðkomandi áhrif sem geta auðvitað haft áhrif til að byrja með
með jákvæðum hætti, það þetta veikara gengi en þessi óstöðuleiki í umhverfinu sem einmitt vegna þess að gengið á til að lækka og hækka mjög snöggt, það eitthvað sem við þurfum að reyna að vinna á móti. Þannig að fólk sem að ákveður að fjárfesta ekki bara öllum sínum eigum, heldur öllum sínum tíma og jafnvel tíma barnanna og tengdabarnanna og ættingjana í þetta vegna þess að við mögum ekki gleyma því að mikið af þessari vinnu algjörlega ólaunuð ef það horft á það þannig. Það þarf að tryggja þessu fólki möguleika á einhverju rekstrarumhverfi til langs tíma. Það verður svo bara hlutverk stjórnmálaflokkar að koma sér saman hvernig það best gert. Það hef ég mína hugmyndir það en til þess að vera bara algjörlega pragmatískur lausnamiður og jarðbundin þá held ég að flokkarnir verða bara að finna leið til þess saman. Ég held skuldi ferðaþjónustunni þetta, ekki síst vegna þess að eins og ég sagði áðan að ólíkt því sem gerðist kannski miðja öldina þegar að ríkisstjórnin veðjaði á framfarir í ákveðinni atvinnugrein og hér voru byggðar hafnir og það voru keypt skip og það var lagður svona grunnurinn að þá hefur hið opinbera klórað dálítið í bakkann. Við höfum séð hvert frábæra verkefnið vaksa upp á fætur öðru og ef maður skoða nú svona topp 10, topp 20 yfir svona best heppnuðu ferðaþjónustu verkefni í landinu, þá sorglega að fá opinber verkefni. Þannig að það eitt af því sem ég get líka gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir að hún lagði af stað með áformum mjög mikla fjárfestingu. Það hafi verið byggt á sandi og fjárfestingu verið minni heldur en áætlað var. Og það þýðir ekkert fyrir samgöngur á þeirra að afsaka sem því að framkvæmdir hafi lent í umhverfismati eða umhverfismati áætlana eða hvað þetta heitir. Það hefði líka verið hægt að fara í smærri verkefni á einstökum ferðamannastöðum mjög hratt og það þekki ég sem arkitekt að verkefni misflókin og það tekur mislangan tíma að koma þeim að stað. Sum verkefni þegar lítur bara að bílastæðum, salernisaðstöðu, merkingum, stígum og öðru slíku hefur hægt að ráðast í mjög hratt og það ekkert allt verkefni sem að hið opinbera hefur þurft að reka aldur og ævi. Hið opinbera átti sannarlega að koma með peningin í það en það hefði alveg verið hægt að láta einkaaðilum það eftir að reka þau svo í framtíðinni. Og mörgum tilfellum hefði það verið betra. Sveitafélög hefði getað komið þarna líka miklu sterkar af ef að hið opinbera hefði komið með fjármagn inn í þetta. Þetta verður okkar glíma ekki síst á næstu árum þegar kemur að utanumhald ferðaþjónustuna. Það að borga upp þessa skuld sem samfélagi stendur í við greinina. Já, einmitt. Það áhugaverð framsetning á þessu einmitt að myndirðu segja, bara í beinu framhald af þessu, við erum þá að horfa á í rauninni eins og við skilir rétt inn í svona næstu, 3-4 árin þar sem að þarf að vera í forgangi hjá næstu ríkisstjórn að takast á við í rauninni þetta umhverfi til þess að ná viðspyrnunni upp hjá greininni til skamstíma, til þess að byggja undir atvinnulíf til lengri tíma og síðan að byggja upp þessa innviði sem að þurfa að fylgja og við höfum séð til dæmis eins og fleiri samtök eins og samtök iðnaðarins bent á uppsafnaða viðhaldsþörf í eins og bara vegakerfi og fleiru sem að allt tengist þetta saman. Þannig að myndirðu segja að þetta sé eitthvað sem að næsta ríkisstjórn þarf að leggja mikla áherslu á? Ég held það. Eins og ég nefndi áðan þá verður ferðaþjónustan einna lykil þáttunum ef við náum öflugri viðspyrnu. Þetta lítur auðvitað líka að sómasamlegri framkomi við fólk vegna þess að það auðvitað fyrst og fremst fólk sem hefur orðið fyrir tjóni. Margt af því hefur gert skuldbindingar til langs tíma og í rauninni á mjög eðlilegu forsendum sem að brugðust á hátt sem að enginn sá fyrir. Það önnur rök fyrir því að hið opinbera á að koma með sterkari hætti aðstoð fyrirtækja í ferðaþjónustu. En í þriðja lagi verður auðvitað verkefnið okkar, vissulega þessi innviða uppbygging,
En þar held ég að greinin og hið opinbera eigi að taka umræðu hvers konar ferðaþjónustu við viljum byggja upp til langra framtíðar. Af því að eitt eru bara þessir eðlilugu þættir af grunninnviðum eins og vegir og brýr og göng og það eru verkefni sem taka langan tíma að undirbúa og framkvæma. En hitt eru þetta þessi smærri verkefni sem að geta styrt ferðaþjónustuna á mismunandi stöðum út á landi og ég hef verið mjög spenntur fyrir þessum verkefnum, þessari hugmynd sem að hefur raungerst í Noregi sem heita Norske Turistvejer sem að teygja sig eftir vesturströndinni meðfram strandlengjunu alla leið upp í Norður-Noreg og byggir á því að hið opinbera komi með kröftugum hætti að uppbyggingu á litlum og stórum verkefnum enda sé þar byggt á sjálfbærni, gæðum og varanleika. Allt þetta getur orðið til þess að hver ferðamaður sem á leiðinni frá A til B, hann sér ástæðu til að stoppa lengur á hverjum stað sem að þýði það að hann þarf að fá sér að borða og hann freistast í að vilja gista 1-2 nætur lengur en hann ætlaði. Þannig að ég held að hið opinbera megi ekki líta á þetta sem útgjöld eða kostnað heldur fjárfestingu í meiri verðmætum bæði þetta fyrir einstakar byggðir, fyrir einstök fyrirtæki en á endanum fyrir efnahagslífið allt. Akkurat. Þetta einmitt svona hlutur sem að við höfum talað töluvert fyrir einmitt að horfa á þessi verkefni sem fjárfestingar vegna þess að það einmitt svo algengt að eðlilega bara í ríkisrekstrinum að menn horfa á útgjöldin en kannski það erfiðara projektera í Excel-skjölum hvað kemur tilbaka sko. Þannig að en þetta akkurat varðandi sem kemur í rauninni þarna inn á í rauninni aukning verðmæta frekar heldur en fjölda þar að segja fá fólk til að stoppa lengur veita sér meira og svo framvegis sem að einmitt lykilatriði í því að gera meiri verðmæti úr atvinnugreininni. Já, ég held að þetta geti nú kannski að einhverju leyti haldist í hendur og nú kannski þekkir þú betur en ég hvað raunhæft að ná mikill aukningu á ferðamönnum og hvar mörkin á því eru ef þau eru einhver en við verðum allavega samhliða því að huga að gæðum og verðmætum og laða að okkur þetta fólki sem tilbúið til þess að nýta sér hlutina til fulls. Ég held að slíkt bjóði bara einfallega upp á miklu betri og lengri framtíði ferðaþjónustu. Akkurat. Eitt þessu tengt einmitt atriði sem að núna til umræðu þinginu hefur verið náttúrulega rætt frá ýmsum hliðum en verið sett fram þá í samhengi við ferðaþjónustuna sem þá miðhálendis þjóðgarðurinn og hvaða gæðum hann geti skilað fyrir ferðaþjónustuna og svona má segja að sitt sýnist hverjum í því. Hver svona afstaða Samfylkingarnar til þessarar hvað ég var að segja hugmyndar eða frumvarpsins eins og það lítur út í dag? Sjáu þið fram á að þetta sé eitthvað sem að sé framtíðin? Sko ég held að ég verði nálgast að þannig með því að segja það fyrst að mér finnst hugmyndin þetta góð og ég held að sé að minnstakosti nauðsynlegt í þessu eins og svo öðru að við búum til eitthvað umhverfi, einhvern svona fastan ramma utanum hlut eins og hálendið okkar, þar sem að mörg sveitafélög eiga beina hagsmuni og aðild að. En hafandi það í huga að fyrir nokkrum árum voru 85% landsmanna stuðningsmenn hálendisþjóðgarðar og núna í könnun fyrir nokkrum vikum kemur í ljós að 64% á móti, þá hlýtur það að segja okkur það að það þarf betra, þéttara og meira samtal milli ólíkra aðila og við almenning í landinu. Og ég held að það sé þá betra, jafnvel þó manni þykir hugmyndin góð, að hún fái þá að minnsta kosti að gerjast í einhvern tíma og henni verði landað þegar að það er orðin mikil sátt í samfélaginu hana. Þannig að já, ég held að við munum sjá svona jafnvel í mínu lífi hálendisþjóðgarð en hvort það verður núna og hvort að þessi frumvarpsdrög, að þetta frumvarp nógu gott,
það svo aftur allt önnur spurning. Akkurat. Ef að, nú veit ég að það er erfitt að setja mig svona á spottið sko, en ef þú værir núna bara að horfa á það, segjum 3 forgangsverkefni næstu ríkisstjórnar eftir kosningar, algjörlega óundirbúið. Hvað myndir þú horfa á sem svona bara í örstuttu máli, bara eitthvað þrennt sem að næsta ríkisstjórn þarf að takast sérstaklega á við alveg á fyrstu, segjum 100 dögunum? Já, ég held að þetta séu nú bara verkefni sem eru svo samofin, þannig að það er bara allt í lagi að nefna þau 3 í einu. Ég held að fyrsti punkturinn hljóti að verða að skapa fleiri störf, efla atvinnulífið, koma því af stað sem var byrjað, örfa það sem að hefur svona legið í dvala. Númer 2, það er auðvitað styrkja velferðarkerfið, tryggja það að þau sem að hafa svona lent illa í þessari kreppu nái fótana sem fyrst aftur og það sé hægt að finna svona ásættanlega jöfnuð, þannig að allir geti nú lifað í þessu ríka landi. Og í 3. lagi, samhliða þessu, það er að fara að undirbyggja atvinnustefnu til lengri framtíðar sem að bryggir á meiri grænni nálgun, sem að tryggir það að við getum verið fremst meðal þjóða í þessari brjálæðislega erfiðu viðuregn sem að er loftslagsváin. Ég held að það muni á endanum, þó svo okkar framlag á heimsvísu sé aldrei svona neitt afgerandi þegar kemur að því að gera jörðina lífvænlegri, þá getur hún verið örvandi fyrir aðra þjóðir, hún getur verið fyrirmynd fyrir aðra þjóðir, hún getur skapað okkur ímynd og verðmæti sem að mun meðal annars skila sér inn í ykkar grein, af því að ég held að fleiri og fleiri ferðamenn, að minnstakosti þeir ferðamenn sem við sækjumst eftir hingað til Íslands, er fólk sem er mjög meðvitað náttúruna, meðvitað að við þurfum að taka upp betri lifnaðarhætti og meðvitað að til þess að þá þurfum við að ráðast í býsna, held ég, kröftuga og metnaðarfulla atvinnustefnu. Þannig að ég held að þetta spilinu svona í hring og sé allt samtengt hverju öðru. Akkurat. Ég held að það sé góð lokaorð. Þakka þér kærlega fyrir að vera með okkur í dag, Logi, og gangi ykkur vel í baráttunni framundan. Já, takk. Við hjá SAF þökkum kærlega samfylgdina í dag og minnum á að það verður hægt að fylgjast með samtali ferðaþjónustunnar við stjórnmálin næstu miðvikudaga fram að og rétt fram yfir páska klukkan 9:15 á Facebook síðu SAF og vísi.is. Takk fyrir okkur.